bíður þeirra all okkar. Hann þarf að gefa okkur þumlana til að við getum byrjað. En á svona stundum þar sem við erum þrjúapalli, þá erum við rosalega þakklátt fyrir tæknina. Af því að það alls konar hljómsveitir sem að spila með okkur í dag, til dæmis eins og Hillsongs, Leland og fleira sem að spila undir með okkur í dag. Við erum þakklátt fyrir það. Stundum þarf maður bara að íta og play og lofa Guð. Það gott að geta gert það á röddinni sinni líka, en við ætlum að lofa Guð í dag, það ekki? Amen, ég veit að Guð ætlar að gera stóra hluti hér í dag. Við erum tilbúin. Það kemur alveg. Lofum Guð saman. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. I praise in the valley. Praise on the mountain. Woo! I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. I praise when surrounded. Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Halleluja! Velkomin á samkomu. Við erum komin saman hér í dag á þessum fallega sunnudegi til að lofa Guð. Vers dagsins eitt af mínum uppáhald. Verið ávallt glöð í Drottni og hann segir aftur, verið glöð. Það er ekki bara einu sinni sem Guð segir verið glöð. Hann segir aftur verið glöð. Við eigum að vera glöð. Ljúflyndi ykkar verður kunnugt öllum mönnum. Og hvað ljúflyndi okkar? Það kærleiki Guðs. Halleluja. Heila, Drottinn í nám. Filippibréf 4:4-5. Við ætlum að gefa honum dýrðin í dag. Við ætlum að vexa með hann því að hann trúfastur. Við ætlum að gefa honum allt sem við höfum. Halleluja. Takk Jesú fyrir trúfastina. Ég þakka fyrir þetta sami gær og í dag alla eilífð. Halleluja. Praise 'cause I know you're still in control. Woo! My praise is your weapon. It's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Hallelujah! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my heart is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Sovereign, I praise 'cause you reign.
I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. I praise 'cause you reign. I praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. I praise 'cause you're true. I praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. 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 I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Woo! Takk Jesus. Nú lofum við drottinn. Halleluja. Þú ert heilagur Jesus. Halleluja. Our God is great and glorious. We put our trust in your name, Jesus. Able and save and deliver us. Tack Jesus. We put our hope in your name, Jesus. Blessing and honor, glory and power unto our God forever and ever. All of the honor, all of the praise is yours forever.
fyrir hver þú ert, drottinn. Takk fyrir að þú ert trúr og sannur, drottinn Jesús. Halleluja, takk Jesús, heilar. Lofum hann saman í dag, halleluja. Takk Jesús. Réttlæti
Heiligur drottinn Jesus. Heilagur Jesus. Lofum Guð saman áfram. Helgist þitt nafn drottinn. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop.
you never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Oh, Jesus. That is who you are. 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 Takk Jesus, halleluja. Ekki yndisleg nærvera hér í dag. Mikið gott að koma saman í húsi Drottins og lyfta upp hans nafni. Má ég heyra amen. Halleluja, ég var að hugsa það þegar vorum að syngja þennan magnaða sálm, eða kór. Ég veit eiginlega ekki hvað skal kalla þetta. Hvað Drottinn alltaf trúfastur. Og við erum bara eins og við erum. Við erum stundum alveg í fullu fjöri, gerandi það rétt á stundum, dettum við á braut. En það sem svo dásamlegt í Drottinn, hann alltaf trúfastur. Hann alltaf með það, þegar við erum ekki með það. Þá stendur hann við sitt. Og oft hugsum við, eins og með loforð Guðs, við hugsum, ef við náum einhverjum ákveðnu þroska í Guði, þá getum við fengið loforð Guðs. En vinir, hann keypti fyrir okkur á krossinum aðgang inn í hið allra helgasta. Og við megum ganga með djörfung fram fyrir hinu allra helgasta. Það þýðir það að öll fylling Guðdómsins, hún þín. Öll loforðin eru þín. Það ekki fyrir okkar eigin verk, það fyrir hans verk. Og vitið það dásamlegt þegar við hættum að treysta á eigin verk. Og við höfum að eiga samfélag við lifandi Guð og við finnum hvernig kraftur hins hæsta, hann yfirskyggir okkur til þess að gera vilja hans á hverjum einasta degi. Má ég heyra amen. Hann nefnilega dásamlegur. Og þess vegna svo gott að minna sig á það, hann mun aldrei yfirgefa okkur. Hann mun aldrei sleppa okkur hendinni.
Hann hefur gefið okkur allt sem til það þarf og hann kallar okkur meir en sigurvegara. Af hverju erum við meir en sigurvegarar? Út af því hann sigraði fyrir 2000 árum og gaf þér sigurinn. Það er ekkert smá. Þannig að rísum á fætur. Við ætlum að taka hérna saman samskot. Ég ætla að biðja hérna stutta bæn og ég ætla bara að biðja Guð að opinbera fyrir okkur hversu mikið, og við getum aldrei fyllilega skilið það hvað Drottinn gerði á krossinum, en við fáum dýpri skilning í dag á því sem að Drottinn Jesús Kristur gerði. Drottinn, við bara lyftum upp nafni þínu. Ég þakka þér fyrir trúfesti þína náð og miskun. Ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að þú ert hér, Drottinn. Þar sem að 2 eða 3 eru samankomnir í þínu nafni, þar ertu mitt á meðal. Og Drottinn, ég bara þakka þér fyrir það að þú ert trúfastur. Þú ert alltaf trúfastur, Drottinn minn Jesús. Þú gerir það sem að þú segir. Drottinn minn, þú segir það sem að þú gerir, Drottinn. Það fer alveg saman, Drottinn minn, þegar þú talar hljóð og mynd. Gefðu okkur náð til þess að fylgja í þín fótspor, til þess að vera vakandi og biðjandi, Drottinn minn Jesús. Og Drottinn, ég biði fyrir fórninni og ég biði fyrir áframhaldinu á þessari samkomu og við biðum þig að blessa og vera með í þínu heilaga nafni og allir liðinni sagði. Amen. Tökum samskot. Amen. Amen. Lord Guð saman. Halleluja. Thousand generations falling down in worship, sing the song of angels to the Lamb. And all have gone before us, and all will believe. We sing the song of angels to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all the nations cry, holy, you are lifted high. Holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Walk in freedom, and if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high. Holy,
magna drottinn Jesús. Þvílíkur Guð sem við eigum, má ég heyra amen. Þvílíkur Guð sem við eigum, halleluja. Takk Jesús, syngjum saman. Halleluja. Eilíf myrkri við býr, ekkert ljós, engin von. Þá í kærleik kom frá himn, náð og miskunn þú Guðs son. Til að uppfylla þitt lögmál, mærin meðtók lífsins orð, sem frá dýrðarinnar hást, lagður var á Jötáns stóð. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum, Guði dýrðar, hátigni, við eilíf hillum konungi. Ríki Guðs þú okkur sýnd, heiminn sætti Guði sín. Alla sköpun endurreist, fórst á krossinn fyrir mig. Alla þjáning þína barst, því þú vissir tilganginn. Og að frelsun okkar varst, lífið fyrir dauðan þinn. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum, Guði dýrðar, hátigni, við eilíf hillum konungi. Þeir englar horfðu á, þá grafarinn siglir, endanlega velt frá, lambið dauðan sigraði. Dánir risu dauða frá, tók þá andköf himinn, því að allir koma þá, endurfæddi Faðirinn. Og þá kristar Faðir, fyrir kraft og andans verk, sannleikanum gerir skyn, alltaf sönn, alltaf sterk. Fyrir blóð og nafnið hans, laus úr fjötrum ég sýn. Hann dregur sigurgrann, Jesús Kristur mitt líf. Lof sé Föður, Syninum, helgum Anda, þríeinum, Guði dýrðar, hátigni, við eilíf hillum konungi. Við eilíf hillum konungi. Dýr sé þér, Jesús, yndisleg lofgjör hér í dag. Krakkar, þetta var magnað. Er þið ekki sammála? Var þetta ekki blessað? Halleluja! Við erum svo dekru hér í Smárakirkju að það er vandræðalegt, en við þökkum fyrir okkur. En það er næst komið orðið Guðs og ég ætla að biðja ykkur öllum að rísa á fætur aftur.
Og ég ætla bara að minna ykkur á að orðið er lifandi og kröftugt. Það er beittara sér hverju tvíeggjuðu sverði. Og vinir, það er ekki nóg að heyra orðið, við þurfum að tala orðið. Við þurfum að tala orðið við kringumstæður okkar. Við þurfum að lifa orðið. Vitið það, þið munið aldrei og ég mun aldrei upplifa kraftin í orðinu fyrir en ég fer að framkvæma orð Guðs. Það er svo mikilvægt að vera ekki bara heyrandi, heldur líka gerandi. Það sem mér langar að segja bara í örfáum orðum, ég trúi því að fyrir kraftin í orði Guðs sem við erum búin að vera að heyra undanfarið, þá er Guð að gefa okkur hugrekki til þess að standa á sannleikanum. Má ég heyra amen? Guð er að gefa okkur hugrekki til þess að standa á sannleikanum. Og vitið það, kirkjan þarf að geta staðið á sannleikanum. Þeir krossfestu sannleikan á sínum tíma og við erum að fylgja í hans fótspor. Það skiptir engu máli hvað hver segir, Drottinn Jesús Kristur, hann er sá sem ríkir og ræðir. Halleluja. Þannig að við erum hugrök, við erum fulla djörfung þegar við heyrum orð Guðs og þegar við göngum hér út og biðjum Drottinn virkilega um að blessa Dögg þegar hún talar orðið hér í dag. Lyftum upp höndum okkur og lofum hann. Drottinn, við bara lyftum þér upp, Jesús. Ég þakka þér fyrir trúfestið þína, náð og miskun. Ég þakka þér fyrir orðið, Drottinn minn, sem er sannarlega lifandi og kröftugt, Drottinn minn. Drottinn, gjáðu okkur opinberun á því, Drottinn minn, að við erum að nota orðið meira í daglegu lífi, Drottinn. Orð þitt er nefnilega svo kröftugt, það smýgur inn, það sker burt, Drottinn minn, en það fæðir líka líf í hjart okkar, Drottinn. Og Drottinn, ég bið þig fyrir einum og sérhverjum hér inni sem að heyrir mál mitt og alla þá sem er að hlusta eða horfa. Drottinn, ég bið að gefa okkur djörfung til að stíga úr því sem var inn í það sem þú hefur fyrir okkur í dag. Og Drottinn, ég bið þig, Jesús, bara að stíga frá, Drottinn, öllu sem að hangir á okkur, Drottinn. Að við mætum, Drottinn, losa okkur við viðlóðandi synd, Drottinn. Að losa okkur við vonbrigði eða því sem að var, Drottinn, til þess að seilast eftir því sem framundan er. Og Drottinn, ég bið að blessa Dögg þegar hún talar orð þitt. Ég bið að smyrja varir hennar og tungu, Drottinn. Ég bið Drottinn að blessa hana. Ég bið að blessa fjölskyldu hennar, Drottinn. Ég bið að víkka út landtæla, Drottinn, tjaldtæla Guðs ríkisins. Drottinn, í gegnum þeirra fjölskyldu, Drottinn. Og Drottinn, ég bið Jesús gegnum brot hér í dag. Og gjáðu okkur ná til að taka móti, Drottinn minn. Taka við orðið þín í dag. Og við biðjum í Jesú nafni og allir líðurinn sagði. Og hrópaði. Amen, amen. Takk fyrir. Yndislegt að vera hérna. Algjörlega. Já, þakka þér fyrir. Takk, Jesús. Þú er heyrt bænir mínar. Og ég bið að þú svarir þeim. Ég veit að þú svarar þeim. Takk, Drottinn. Amen. 23. november 1963 var John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, í opinberri heimsókn í Dallas í Texas ásamt fjölskyldunni sinni. Og hann fór á fætur þennan morgun og þau ætluðu að keyra seinnipart dags götur Dallas bara í opinberri heimsókn. Þannig að þau fara á fætur og fá sér morgunmat og svo þegar að svona tími fer að nálgast að þá eru börnin klædd í sparifötin. Þetta var glæsilegt fólk. Leit út fyrir að vera bara hamingjusamt og þau voru á fínum aldri og þau áttu lífi framundan. Svo bara nálgast tíminn að þau setjast upp í bílinn til þess að keyra götur Dallas og mannfjöldin var út allt. Það var alveg hellingur af fólki, allir vildu fá að sjá forsetann og kannski ekki síst konun hans sem var miklu sætar en hann, þó að hann hafi alveg verið sætur líka. En svo gerist eitthvað sem heimsbyggðin þekkir. Svo allt í einu kveður við byssuskot og annað. Og það hæfir forsetann og hann fellur lífvana niður í bílnum. Og hann dó. Og líf fjölskyldunar breyttist á einu andartaki. Þegar John F. Kennedy fór á fætur þennan morgun, þá hafði hann ekki hugmyndum að hann væri að fara á fætur í síðasta skipti á þessari jörð. Það getur verið svo stutt á milli lífs og dauða.
og stundum erum við minnt svo óþægilega á þetta fína bil. En fyrir rúmum 20 öldum fór annar maður á fætur að morgni þess dags sem páskalambinu var slátrað, að morgni skírdags. Hann var líka að fara á fætur í síðasta sinn á þessari jörðu. En munurinn á honum og John F. Kennedy var að hann vissi að seinasti dagurinn var runnin upp. Hann vissi að þetta var dagurinn þar sem spádómur Jesaja myndi rætast. Jesús kom til að uppfylla lögmálið og Jesús vissi að Jesaja hafði ekki bara sagt fyrir fæðingun hans, Jesaja hafði líka spáð fyrir dauða hans og Jesús vissi að þetta var dagurinn þar sem Jesaja myndi reynast sannspár. Það segir í 50. kafla Jesaja og 7. versi: Ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og vanga mína þeim sem reyttu skegg mitt. Huldi ekki andlit mitt fyrir háðung og hrákum. En svo kemur þessi setning: en Drottinn Guð hjálpar mér. Og það eru fleiri vers sem Jesús vissi að myndu rætast á honum þennan dag. Því að það segir í 52. kafla á versi 14: eins og marga hryllti við honum, svo afskræmdur var hann ásýndum að vart var á honum mannsmynd. Hann vissi að það yrði farið svo illa með hann að hann yrði óþekkjanlegur. Og það segir í 53. kafla, og þetta eru vers sem við þekkjum: hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni sem menn byrgja augu sín fyrir, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. En okkar þjáningar voru það sem hann bar og okkar harmkvæli það sem hann á sig lagði. Við álitum honum refsað, hann sleginn og niðurlægðan af Guði, en hann var særður vegna okkar synda og hann var kraminn vegna okkar misgjörða. Honum var refsað svo að við fengjum frið og fyrir benjar hans eða fyrir sárin hans urðum við heilbrigð. Og svo þetta svo rétt, við fórum allir villir vegar sem sauðir, héldum hver sína leið, en Drottinn lét synd okkar allra koma niður á honum. Hann var hart leikinn og þjáður, en hann lauk ekki upp munni sínum fremur en lamb sem leitt til slátrunar eða sauður sem þegir fyrir þeim ríjan. Hann lauk ekki upp munni sínum. Þegar Jesús vaknaði að morgni skírdags, þá vissi hann að þennan sólarhring myndi þessi spádómur Jesaja rætast á honum sjálfum. Og það var kvíði í honum. Hann sagði við síðustu kvöldmáltíðina, þegar þeir borðuðu páskalambið, hann vissi að hann yrði páskalambið. Hann vissi að hann yrði lambið sem yrði slátrað fyrir syndir mannana. Þetta væri ekki bara eitthvað tákgrænt til þess að minnast flóttans frá Egyptalandi. Þetta væri eitthvað sem það væri nýr sáttmáli í fæðingu. Þetta vissi hann. Og hann segir við lærisveinana: hjartanlega hef ég þráð að neita þessara máltíðar með ykkur áður en ég líð. Og síðan hann umkringdur óvinum eða óvinveittu fólki og hann barinn og hann húðstrýktur og það gengið svo í skrokk á honum að hann verður óþekkjanlegur og síðan hann krossfestur. Og þegar hann var krossfestur, þá voru lærisveinarnar hans algjörlega miður sín. Þegar hann dó, þá töldu óvinir hans að máli væri leyst og þeir hlökkuðu yfir því að vera búin að losa sig við hann. Lærisveinarnir
skildu ekki það sem hann hafði sagt. Hann hafði sagt eftir 3 daga mun ég rísa upp. En hversu merkilegt það að farisearnir og æðstuprestarnir, þeir fóru daginn eftir, þeir fóru á hvíldardaginn sjálfan til Pílatusar og biðja Pílatus hjálp. Af því að Jesús hafði sagt að hann myndi rísa upp á 3. degi, þeir trúðu því ekki. Þeir höfðu ekki hugmynd að það væri hægt að rísa frá dauðum, en þeir trúðu lærisveinum hans til alls. Þannig að þeir báðum varðmenn svo að lærisveinarnir myndi ekki stela honum. Bara hversu stórkostlegt hugmyndaflug getur fólk haft? Og þeir fá varðmenn, þeir fá menn sem eru þungvopnaðir og þeir fara með þeim og gröfin það er ekki bara velt risastórum steini, sennilega margra tonna steini fyrir grafarmunnan eða hellin, heldur standa fyrir utan þungvopnaðir menn sem bara kölluðu ekki allt ömmu sína. Og þeir voru bara settir þarna til þess að passa að Jesú yrði ekki stolið. Síðan gerist það í birtingu á páskadag að það verður risa jarðskjálfti, öflugur jarðskjálfti. Menn urðu ekkit endilega hræddir þó að kemi jarðskjálfti. En það kemur engill sem eins og elding ásýndum. Hann veltir steininu frá, hann sest á steinin og varðmennirnir, þeir skulfu af hræðslu. Við hvað voru þeir hræddir? Ég velti fyrir mér, hugsanlegt að þeir hafi tekið þátt í að húðstrýkja Jesú? Hugsanlegt að þeir hafi verið ásamt öllum hinum inn í höllinni þegar það var sett þyrnikóróna á höfuð á honum, þegar hann var barinn með reirsbrota, þegar hann var hrækt á hann? Hugsanlegt að einhver þeirra hafi niðurlægt hann? Svo allt í einu gerist eitthvað og vopnin þeirra duga ekki gegn þessum krafti. Alveg sama hvaða valdir höfðu, þetta var eitthvað sem þeir réðu ekki við. Þetta var eitthvað sem þeir áttuðu sig á að þeir höfðu ekki roði og þeir urðu hræddir. Og kannski upplifðu þeir ótta þess sem stendur við dauðans dyr og þekkir ekki Jesú. Kannski upplifðu þeir óttan og vanmáttinn við að mæta skapara sínum án frelsarans. Lærisveinarnir, þá tók þá aðeins lengri tíma að átta sig á að Jesús væri upprisinn. En þegar þeir áttuðu sig á því, þá sneru þeir aldrei við. Þegar þeir áttuðu sig á því, þá var alveg sama hvað kom í gegn þeim. Það var ekkert sem fékk brotið á niður. Í Nýja testamentinu eru margar sögur af afturhvarfi fólks. Og á þessum árum var maður, farísi, sem hét Sál. Hann hataði kristið fólk. Og hann hafði tilgangurinn hans í lífinu var að fangelsa kristið fólk og taka það af lífi. Hann var í mjög góðri stöðu, hann var hátt settur, hann var vel menntaður, hann var mælskur, þetta var bara klár náungi. Og hann taldi sig trúaðan mann og hann taldi sig vera að vinna bara mjög þarft verk. Og hann taldi örugglega að hans yrði minnst. Hann kom allt í hennu Jesús í vegans og það gjörbreytti öllu. Hann segir sjálfur frá þessum atburði í Postulasögunni 22. kafla. Postulasagan segir frá þessum atburði á 2 stöðum. Fyrst var Lúkas, höfundur Postulasögunar, sem segir frá þessu. Síðan það bara Páll sjálfur sem vitnar þetta í 22. kafla. Hann hét Sál, tók sér síðan nafni Páll og alltaf kallaður Páll postuli.
skrifaði stóran hluta Nýja testamentisins og hann segir frá því að hann var á leið til borgarinnar Damaskus með bréf frá æðstaprestinum þess efnis að hann hefði leyfi til, hann hefði heimild til að handtaka kristi fólk og flytja til Jerúsalem og bara setja það í fangelsi. Og það skipti engu máli hvort þetta voru foreldrar, hvort þetta var ungt fólk eða fullorðið fólk. Það skipti engu máli hvort verið væri að sundra fjölskyldum eða ekki. Hann var bara hlynntur því að þetta fólk yrði tekið af lífi af því að hann hataði kristna menn. Hann taldi þennan hóp bara gjörsamlega afvegaleitan, villu trúar hóp. En á einni ferð sinni í þessum erindagjörðum þá mætti Jesús honum. Og það er svo stórkostlegt hvernig Jesús mætir fólki. Stundum mætir Jesús fólki sem ekkert endilega að leita að honum. En stundum mætir hann líka fólki í neyð. Og þannig var það var fyrir mörgum árum, þá voru 2 strákar, úlingsstrákar, að leika sér í Vestmannaeyjahöfn. Það var skip út á höfninni og annar þeirra sér árabát og ákveður að róa út af skipinu. Ég man ekki hver voru gamli, 15-16 ára. Og hann fer út í bátinn, fer að róa í áttina að skipinu. Mér minnir þetta að vera í nóvember. Það var ískalt. Og þegar hann komin hálfa leið, þá áttar hann sig á því að árabáturinn lekur. Og hann að fyllast af vatni. Og ég efast ég held þetta hafi verið í kringum 1940. Og ég efast að strákurinn hafi kunnað að synda. Báturinn sekkur og vinur hans sem stendur bara á bakkanum horfir á hann og hlustar á neyðaróp drengsins sem hljómar alla höfnina og það var enginn til að hjálpa og drengurinn drukknar. Og strákurinn sem missir þarna vin sinn fer að hugsa hvað varð hann? Hvað verður okkur þegar við deyjum? Og þetta var til þess að hann fór heim og fór að ræða við bróður sinn sem hafði tekið á móti Jesú og átti trú. Og þetta verður til þess að hann tekur á móti Jesú og hann býður Jesú inn í hjarta sitt. Og mörg ykkar viti hvað maður þetta var. Hann löngu farin til drottins. En hann hét Einar Gíslason og var kenndur við Betel. Hann missti vin sinn. Hann horfði á hann drukkna. Og það var til þess að ýta við honum. Og það til fleiri svona sögur. Þegar ég var 16 ára, þá kviknaði í húsi í Reykjavík. Og stelpa sem var jafngömul mér lést í eldsvoðanum. Ég veit ekki af hverju ég tengdi svona við þetta, ég þekkti hann ekki neitt. En kannski af því við vorum jafn gamlar, þá fannst mér þetta óþægilegt. Og ég man eftir að ég hugsaði, hvað verður hana? Hvað verður mig? Hvað gerist þegar ég dey? Jesús opnaði leiðina inn í himinin. Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Og fórnin sem hann færði á krossinum á Golgata, hún nær út yfir gröf og dauða. Hún hylur allar okkar syndir og hún nóg, hún nægir okkur. Í Postulasögunni 22. kafla frá versi 6, þar segir Páll postuli, hann var að fara til Damaskus og hann segir, en á leiðinni ég nálgaðist Damaskus, bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég féll til jarðar og ég heyrði raust sagði við mig, Sál, Sál,
hví ofsækir þú mig? Og ég ætla að skjóta hér inn í að kirkjan á að kunngjöra tíknunum og völdunum í himinhæðum hversu margháttuð speki Guðs er. Þegar Jesús dó á krossinum á Golgata, þá leit hann opinberlega fram til háðungar, tíknirnar og völdin. Og við eigum sigurinn. Baráttan í þessum heimi er á milli góðs og ills. Og það var ástæða fyrir því að Jesús þurfti að deyja. Því að syndin er grafalvarlegt mál. Páll heldur áfram. Páll sem hélt að Jesús væri dáinn og hann hafði ekki hugmynd að það væri eitthvað til sem héti upprisa frá dauðum. Dauði Jesú væri einskis verður ef hann hefði ekki risið upp. Það er upprisa Jesú sem gefur okkur lífið. Það er upprisan sem breytti öllu. Það er upprisan sem gefur okkur kraftin, sem gefur okkur lífið. Það er upprisan. Og Páll postuli fékk að upplifa sína eigin upprisu. Hann heyrir allt í einu rödd sem segir, Sál, hvers vegna ofsækjurðu mig? Og hann svarar, sem segir okkur að þetta var raunveruleg rödd sem hann heyrði. Hann svarar, hver ert þú drottinn? Og Jesús segir við hann, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Og svo segir hann, fylgdarmenn mínir sáu ljósið, en raust þess er við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gera, Herra? Hann hlýtur að hafa sagt þetta upphátt, hann er ekki að tala við sjálfa sig og þeir sem í kringum hann eru, heyra Pál eða Sál allt í einu svara og þeir heyra ekki og vita ekki við hvern maðurinn er að tala. Þá segir Pál, hvað á ég að gera, Herra? Og svo segir hann, en drottinn sagði við mig, rís upp og farðu til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér er ætlað að gera. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus. Þarna varð algjör umbreyting á lífi Páls eða Sál, á lífi Páls postula. Þegar Páll kemur svo til Damaskus, þá kemur til hans maður, hann heldur áfram hérna í versi 12, en Ananías nokkur, maður guðrækin eftir lögmálinu og í góðum metum hjá öllum gyðingum er þar bjöggu, kom til mín, nam staðar hjá mér og sagði, Sál, bróðir, fá þú aftur sjón þína. Ananías var bara maður eins og við. Ananías var maður sem trúði á upprisu kraftin og Ananías var maður sem lifði í þessu samfélagi við Guð, þannig að hann heyrði Jesú tala. Og stundum fékk hann verkefni sem honum fannst erfið, eins og þetta. Á sömu stundu, hann segir þetta við hann, þá fær Sál sjónina. En Ananías segir við hann, Guð forfeðra vorra hefur útvalið þig til að þekkja vilja sinn, að sjá hinn réttláta og heyra það sem hann segir. Því að þú skalt vera vottur hans og segja öllum mönnum frá því sem þú hefur séð og heyrt. Hvað dvelur þig, rístu upp ákalla nafnans, lát skýrast og laugast af syndum þínum. Það er svolítið áhugavert, þarna segir Páll frá því hvernig þetta með Ananías kom honum fyrir sjónir. Hann bara sér ekki neitt, hann er leiddur inn í Damaskus, hann borðar ekki, hann drekkur ekki og hann veit bara hreinlega ekki hvað er að gerast nema hann allt í einu, það rennur upp fyrir honum. Að spádómarnir sem hann þekkti, öll ritningin sem hann kunni utan að, hún rættist í Jesú Kristi. Allt sem hann hafði lært, allt sem hann hafði trúað á eða talið sér trúa á, allt í einu uppgötvar hann að þetta hafði ræst. Sagan var sönn. Hann var, fram að þessu hafði hann verið hættulegur maður
Og það svo áhugavert hvernig Ananías heyrir Jesú tala. Og þá förum við í Postulasöguna 9. kafla. Þar stendur frá versi 10 í Damaskus. Það borgin sem Páll var að fara til. Ananías var einn af þeim sem Sál ætlaði að handtaka og taka af lífi en var mögulega að finna hann. Og kannski vissi Ananías að hann var á leiðinni. Og hann bara þarna í borginni þegar Jesús segir allt í einu við hann. Hann sér hann í sýn og segir Ananías. Og hann svarar, hér ég, drottinn. Og drottinn sagði við hann, far þegar, bara Ananías, strax, núna, stattu upp, flýttu þér. Farðu nú þegar í stræti það sem kallað hið beina og í húsi Júdasar skaltu spyrja eftir manni frá Tarsus heitir Sál, boing. Bara, þetta næstum því að svo fá blauta tusku í andliti. Nema svo segir hann að biðja. Og ég hef sagt það áður, mér finnst svo stórkostlegt. Þegar Jesús segir, farðu í þessa götu og það þessi maður sem á þetta hús og það maður í heimsóknar og ég vil nú tala við mannin sem í heimsóknarna, hann að biðja. Og svo segir Jesús, og þessi gestkomandi maður sem að biðja, hann hefur í sýn séð mann, vill svo til, hann heitir Ananías. Hann hefur séð þennan mann í sýn, kannast þú eitthvað við hann Ananías? Hann hefur séð Ananías koma inn og leggja hendur yfir sig til þess að hann fái aftur sjón. Jesús segir við hann, Ananías, ég vil að þú fari af stað, ég vil að þú fari inn í þetta hús, ég vil að þú biðjir fyrir þessum manni af því að ég ætla að gefa honum sjón. Hann sér ekki glóru, svo kemur þú og ég ætla að nota þig til að gera kraftaverk. Og í staði fyrir að Ananías bara hoppa á fætur og segi frábært ég til í þetta, þá segir bara Ananías, róum okkur, drottinn, heyrt hef ég marga segja frá manni þessum. Þið getur rétt ímyndað ykkur. Hann var bara algjörlega umtalaður því að hann var hættulegur. Þetta var maðurinn sem bara lét sér vel líka þegar Stefán, fyrsti píslavottur að grýttur. Þá segir Sál lét sér vel líka líflátans. Heyrt hef ég marga segja frá manni þessum hve mikið illt hann hefur gert þínum heilugu í Jerúsalem. Bara Jesús, ertu alveg viss og vil ég senda mig bara til að hitta hana mann, þykir þér ekkert vænt mig. Og svo segir hann, og hér fer hann með vald frá æðstu prestunum, hann vissi hann var að koma, hann vissi hvaða tilgangi hann var að koma. Hér fer hann með vald til að færa í bönd eða handtaka alla þá sem ákalla nafni þitt. Og ég bara skil að Ananías leist ekki alveg á þetta. En þá segir Jesús við hann, far þú því að þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til að bera nafn mitt fram fyrir heiðingja, konunga og börn Ísraels og ég mun sýna honum hversu mikið hann verður að þola vegna nafns míns. Það svo stórkostlegt að vita að fólk getur átt sitt afturhvarf og ég var að hugsa af því að það eru kosningar framundan og mér var hugsað til þess, mér var hugsað til 2 manna sem í framboði núna fyrir sikkvot flokkin sem bera báðir ábyrgð á því að Nýja testamentið var sett út úr skólum Reykjavíkurborgar. Það var þegar bannað var að afhenda skólabörnum í Reykjavík Nýja testamentið á skólatíma, þá voru það 2 stjórnmálamenn sem báru megin ábyrgð. Það voru miklu fleiri sem komu að þessar ákvörðun, en það eru 2 sem í framboði núna. Og leið og ég ætla að segja, kjósum ekki fólk sem stendur í gegn orði Guðs, þá ætla ég líka að segja, fólk getur átt afturhvarf, fólk getur snúið við. Við sjáum það með Sál sem varð Páll postuli. Það eiga allir von, en stöndum með þeim sem standa með kristinni trú í Jesú nafni. Þegar Páll postuli eða þegar Sál hafði tekið sína trú, þá var hann aldrei samur. Það gerðist kraftaverk í líf hans. Það var engin maður að reyna að tala fyrir honum.
Það var Jesús sjálfur sem talaði til hans og hann ákvað að fylgja þessari rödd allar götur síðan. Á augabragði gjörbreyttist líf Páls og hann stóð frammi fyrir vali, já eða nei. Hann sagði já og já hans var já. Og hann haltraði aldrei til beggja hliða. Hann viltist aldrei út af veginum. Hann var heill og sannur alla tíð. Hann var vissulega í góðri virðingastöðu og mannlega séð var þetta tjón fyrir hann. Hann hafði ekki hugmynd hvað tæki við. Hann hafði ekki hugmynd hvernig færi fyrir honum. En þegar það laugst upp fyrir honum að spádómarnir höfðu ræst í Jesú Kristi, þá var það eina sem var þess virði að lifa fyrir. Og hann fékk að reyna það að Guð sleppti aldrei taki á honum. Guð sleppir heldur ekki takinu á okkur. Og stundum hef ég hugsað, hverjum ætli það sé að þakka að ég hafi eignast trú, vegna þess að mann fram að manni, einhver staðar, einhver þeirra sem var í innsta hring Jesú vitnaði og einhver tók við honum og hann vitnaði og einhver tók við honum og kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð hefur boðskapurinn borist áfram, þannig að við öll sem höfum tekið trú á Jesú, það einhver úr þessum innsta hring sem við eigum allt að þakka fyrir að hafa vitnað og fyrir að hafa borið orðið áfram. Páll yfirgaf stöðu sína samstundis og hann var kallaður. Hann fylgdi Jesú og hann leit aldrei tilbaka. Hann var aldrei hálfvolgur í því sem hann var að gera. Hann vann fyrir sér sem tjaldgjörðamaður. Hann saumaði tjöld. Kallmenn geta saumað, bara bendu ykkur á það, stráka mínir. Hann bjó til tjöld til að hafa ofan í sig og á, svo hlær fólk, ha ha ha. Hann bjó til tjöld, já, smá auka upplýsingar, þetta hérna athyglisbresturinn minn. Vissu þið að prjónaskapur kom upphaflega til Íslands með kallmönnum? Skemmtileg staðreynd. Og menn prjónuðu þegar þeir gengu á milli bæja. Skemmtileg staðreynd. En Páll postuli, hann var fyrirmynd allra þessara frábæru kallmanna. Þetta kristindómurinn, jafnrétti. Hann sá fyrir sér til að hafa í sig og á. Þess á milli fór hann og boðaði fagnaðarerindið. Líf hans hafði æðri köllun en að vera eitthvað. Og hann fór frá því að þjóna virtu yfirvaldi til þess að þjóna öðrum með æðri tilgang, til að þjóna konungi konunga og drottni drottna, og fyrir hlýðni hans hefur fólk notið góðs af æ síðan. Og þessi saga Páls postula, hvernig hann lagði niður líf sitt, hvernig hann gerði allt fyrir köllunina, fyrir upprisu-kraftin sem hann var knúinn af, fyrir upprisu-kraftin sem ég þrái að fá að sjá innan kristinnar kirkju á landinu í dag. Ég tel að það sé komin tími til að við tökum stöðu okkar, að við biðjum og við biðjum og við biðjum, við ryðjum koll vígi óvinarins og við sjáum Jesú fá að komast að meðal þjóðarinnar okkar. Fyrir það bil 70 árum var maður sem hét David Wilkerson, þegar við mörg heyrt talað TC-skólan á Íslandi, Teen Challenge. Þessi skóli á rætur að rekja til mann sem hét David Wilkerson. Þessi maður var prestur upp í sveit og hann bara, þetta var svona, ég ætla ekki að segja þægileg innivinna, hann þurfti örugglega líka einhvern tímann að vera úti, en honum fannst þetta bara þægileg vinna. Og hann greinilega hafði nógan tíma til að horfa sjónvarpið vegna þess að eitt kvöldið þegar hann situr yfir sjónvarpinu og eitthvað svona flippa á milli sjónvarpsstöðva, þá fannst honum eitthvað bara hálf tilgangslaust að eyða tímanum fyrir framan þennan kassa. Þetta var nefnilega kassi í þá daga.
Og hann fór að velta fyrir sér hvað myndi gerast ef hann hætti að horfa á sjónvarpið og notaði tíman þess í stað til að biðja. Og ég hef mögulega sagt þessa sögu hér áður, ég ætla að rifja, nei, segi Sibba, ég ætla að segja ykkur þessa sögu. Hann nefnilega ræðir þetta við konuna sína, hvort þau eigi kannski bara auglýsa sjónvarpi til sölu. Og hann segir við hann, ég ætla að auglýsa sjónvarpið í blaðinu á morgun og ég bara legg út ákveðið reifi fyrir Drottin, ef Guð vill að við seljum sjónvarpið og ég fari bara að biðja, þá selst sjónvarpið á, mig minnir, innan við 15 eða 20 mínútum eftir að blaðið kemur út. Og konuna segir, hann lítur nú ekki út fyrir að þú hafa mikinn áhuga að biðja, því að henni fannst þetta svona frekar stuttu tími sem hann gaf Drottni til að selja sjónvarpið eftir að blaðið kom út. Heyrðu, viti menn, blaðið kemur út með sjónvarpinu auglýst til sölu og það hringir einhver í hvelli og bara David Wilkerson búinn að selja sjónvarpið. Hann neyddist til að fara að biðja. Og ég man ekki hvort, hann ákvað að biðja jafn lengi og hann hafði verið vanur að horfa sjónvarpið á kvöldinu. Ég man ekki hvort það voru 1 eða 2 tímar, það var, nú ætla ég að segja, það voru ekkit rosalega margir klukkutímar. Það var ekkit mjög langur tími. En hann fór að biðja. Og hann var ekki búinn að biðja í margar vikur þegar fór eitthvað að gerast. Vegna þess að það sem hann var að biðja fyrir var áætlun Guðs, var einhver tilgangur. Hann hafði þessa tilfinningu fyrir því að Guð, það væri eitthvað meira framundan. Guð ætlaði honum eitthvað annað heldur en hann væri bara búinn að sjá. Og það er þetta sem hann fer að biðja fyrir og hann hefur ekki hugmynd hvert þetta leiðir hann. Nema svo opnast dyr. Og hann gengur út á vatnið og hann gengur út í óvissuna og þið verður bara að lesa bókinu Krossin og hnífsblaðið til að vita hvernig sagan endaði. Þetta er bók sem er örugglega hægt að fá á bókasöfnum og hún er algjörlega þess virði að lesa. En hann treysti algjörlega á Guð og það var til þess að í staðinn fyrir að vera bara í einhverju þægilegri innivinnu þá stofnaði hann hjálparstarf fyrir eiturlyfjaneytendur. Hann fór að hjálpa ungum krökkum út úr viðjum fíknarinnar og hann komst að því að það sem skipti mestu máli eftir að fólk hefði eignast trú, eftir að fólk hefði gefið Guði líf sitt, snúið við blaðinu, það var að fyllast heilugum anda. Hann sagði, fólk þarf á því að halda að skýrast í heilugum anda. Lesiði bókina. Og þessi samtök, Teen Challenge eða TC, þau eru starfandi enn þann dag í dag. Og kirkjan sem hann stofnaði í New York, Times Square Church, hún er enn við lýði. Og það er svo stórkostlegt að minnast þess að þegar Jesús kallaði fólk til fylgdar við sig, og þetta gildir enn þann dag í dag. Jesús kallar ekki fólk til fylgdar við sig af því bara. Hann kallar fólk til þess að vera verkfæri sitt á jörðinni. Hann kallar okkur til þess að hjálpa öðrum. Það er hægt að gera ótal góðverk, en það er ekkert sem jafnast á við það sem er fætt í hjarta Guðs. Þegar Guð leggur þér eitthvað á hjarta, þegar Guð talar, þegar þú biður og Guð opnar einhverjar dyr, það er ekkert jafn árangursríkt og jafn stórkostlegt og nákvæmlega það. Við erum að sjálfsögðu kölluð til að láta gott af okkur leiða á þess að Guð segja okkur á hverjum degi hvað við þurfum að gera. Við höfum að hafa vit til þess. Ég hef eina góða vinkonu sem sagði náðargáfan skynsemi er alveg stórlega vanmetin. Við höfum ótal tækifæri, en við skulum ekki gleyma því að Jesús er upprisinn og það er kraftur upprisunar sem við höfum að vera knúin af. Það er kraftur upprisunar sem við höfum að ganga fram í og lifa í. Við höfum að leita hans, við höfum að hlusta og við höfum að framkvæma. Fyrir mörgum árum fór einn vinur minn til New York
og ákvað að heimsækja þessa kirkju sem David Wilkerson stofnaði, Times Square Church. Og hann fór þangað ásamt 18 ára syni sínum. Og þeir ætluðu að fara saman á unglingasamkomu. Og þegar þeir komu að dyrunum, þá var stráknum strax hleypt inn en ekki pappanum. Við pappan var bara sagt, þú ferð ekki hér inn. Þetta er unglingasamkoma. Hann greinilega var bara útrunninn. Pappinn var algjörlega allsendis óvanur slíkum móttökum og hann bara fór að þrefa við dyravörðin. Hvort þetta væri ekki kirkja og hvort hann mætti ekki biðja eða eitthvað. Hann var náttúrulega bara gestur í ókunnur í borg. Nema, dyravörðin var algjörlega harður á þessu. Bara þú ert ekki að fara hingað inn, vinur. En ég ætla að benda þér hérna á aðrar dyr, aðeins lengra á sama húsi. Þú mátt fara þangað. Kíktu þangað inn, komdu svo og talaði við mig. Heyrðu, hann fer þangað og hann hittir 700 foreldra á bænastund fyrir krökkunum sem voru á unglingasamkomu. Hann hafði farið þarna innum þess að dyr hálf fúll. Og svo hugsaði hann bara, hversu stórkostlegt er þetta? Því eru engin takmörk sett hvað Guð getur gert þegar við viljum hlýða honum. Og stundum hefur fólk velt fyrir sér. Af hverju Jesús fæddist í fjárhúsi en ekki bara í gistihúsi? Hann fer þangað sem honum er boðið. Það skipti engu máli þó að gistihúsi væri hreint. Hann var ekki velkominn. Og það skipti engu máli þó að fjárhúsið væri óhreint. Þangað var hann boðinn velkominn og þangað fór hann. Og ef við heimfærum þetta upp á líf okkar, þá virkar þetta þannig að við byrjum á að bjóða honum inn í skítin af því að hann tekur til. Við förum ekki að taka til og förum svo að bjóða honum inn. Hann vill fá að koma inn í óreiðuna. Hann vill fá að koma inn í sorginnar okkar. Og þó að þér finnist kannski hjartað þitt óhreint, eða þú syndug eða syndugur og vond manneskja og bara eiga kannski ekki Guð skilið, ef þú býður Jesú inn í hjartað þitt, þá kemur hann. Það segir í Jóhannesar Guðspjalli, öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Krafan er bara svo að við opnum fyrir honum. Ef hann er velkominn, þá kemur hann. Guð er að leita að Pálum hér í dag. Hann kallar þig til fylgdar við sig, ekki til að haltra til beggja hliða, heldur til að fylgja honum heilshugar, eins og Páll. Allt þitt líf, allt til enda. Hann vill leiða þig lengra, hann vill leiða þig inn í dýpri tilgang en þú hefur þekkt, inn í þetta djúpa samfélag sem bæði Páll og Ananías áttu. Það þýðir ekki að þú þurfir að fara í 3 kristniboðsferðir eins og Páll, eða lenda í hrakningum eða skipsbroti. Það þýðir bara það að þú eigir þetta djúpa, nána samfélag við Guð sem Páll átti. Að þú dveljir við fætur Krists og heyrir hann tala. Að þú gefur honum tíma á hverjum degi bara af því að þú elskar hann og að þú finnir bara þína leið til að þrengja þig nær honum. Hvort sem það er á morgnana, kvöldin, nóttunum, miðjan dag eða hvenær sem það er, í bílnum eða á klósettun eða hvar sem þú ert stödd eða staddur, þar sem þú getur nálgast Guð, þar nálgast hann. Ég ætla að biðja ykkur að rísa á fætur. Takk, Jesús. Jesús, við þörfnumst þín. Jesús, ég þakka þér fyrir þú komst í þennan heim til að deyja fyrir syndir okkar.